Hér á baku við mig eru Jói smiður og dóttir hans Anja. Þau eru að vinna í við. Jói ætlar að segja okkur frá því hvað hann er að gera hérna á verkstæðinu sínu á Rifi. Segðu mér aðeins hvað þú ert að gera. Herðu, í þessu tilfelli er ég að fara að gera lítið svona sófaborð sem er úr þessari eik. Þetta er eik hérna, sérðu? Já. Þetta er eik sem er ómeðhöndluð. Er raun og veru sami viður og við erum með hér. En allt annar, samt? Já, en þessi er búin að liggja í jörðinni í 1300 ár. Þetta er fjall fyrir 1300 árum. Já. Svo náttúrulega eftir hvað tréð er gamalt, hvað er, ég hef verið 1400–1500 ár síðan að tréð óx. Þetta kaupi ég frá Póllandi. En hvað gerist? Af hverju er það svona dökkt? Fyllist það steinefnum. Þetta er bara búið að liggja í sandi undir vatni sem gerir það verkum að þetta er ekki fúið. Það er engin fúið í þessu. Það bara litast svona algjörlega svart. Þetta er sambarlegt og timbur, svona svokallar mýrartimbur sem að menn er að sigla á fljótabátum út allan heim og leita upp í drumba. Það sem að súrefni kemst ekki að, en jarðvegurinn liggur að því og breytir þar leiðin til lit og eiginleikum timbursins. Og svo verður hún enn dekkri þegar maður lakkar hana eða ólíber hana. Já, þeir eru búið að setja yfir. Og ertu að gera þetta borð eftir pöntun? Já, gera eiginlega bara eftir pöntunum. Nema að ég fá einhverja svona villtar hugmyndir og bara eitthvað kvöldi þá stundum dettur mér í að gera eitthvað. Já, bara eitthvað sköpunarkraftur. Já, bara eitthvað, bara verð bara að fara að gera eitthvað. Hvernig veit fólk af þér? Það er góð spurning, sko. Það er bara sest í borð sem við borðið þín? Já, það er svolítið svoleiðis. Byrjaði ég að gera svona svartborð, 2, sem ekki eftir pöntun. Og eitt svona epoxyborð líka, forstofuborð, sem var heldur ekki eftir pöntun. Þannig að það var bara svona tilviljun. Ja. Svo fór ég út í það að gera svona smærri hluti, alls konar. Ég gerði hérna svona bjórkipu úr svona svörtu. Það var svona allt í einu tilfallandi. Var kunningi minn sem átti afmæli og maður sem á allt og vantaði ekkert. Þá datt mér það í huga að smíða úr hérna svona svörtu og blanda saman því og hreindýrshornum. Bjóð til svona sixpack kipu. Já, svona haldara. Já, þannig að handfangið er úr hreindýrshorni og upptakarinn er úr hreindýrshorni og passa 6 bjórar. Okay. Og svo hef ég gert svona vínrekka, líka svona þegar mér vantar að gefa einhverjum eitthvað. Þá fer ég stundum hérna, eins og ég segi, að smíða bara það sem er dettur í hug. Já. Má nú myndast pressa á þig, allir sem er afmæli núna, ég geti fara að varla í þetta. Nei. Já, það getur verið verra, ef maður þarf að fara að smíða nýjan hlut handa öllum. Og Gafstu honum svoleiðis? Allt er handgert, þú segir þú færið hérna hann Anton til að gera þetta, eða ekki? Já. Mann hérna í bæjarfélaginu. Já. Þetta er allt handgert, allt, já. Ekkert. Bara, já, í raun og veru bara ekki neitt tölvufræsar eða neitt svoleiðis, ég er náttúrulega bara með sægir og fræsar, hefla og svoleiðis. En það er ekkert eitthvað að ég seti stikkið inn í einhverja vél sem að fræsar þetta allt til. En akkur ekki? Akkur kaupir ekki bara svoleiðis, tölvufræsara? Tölvufræsara? Þetta er svo vissinni. Því að mér finnst þetta svo miklu persónulegra að finna farið eftir hefilinn og finna handbragðið, að þetta sé ekki tölvugert. Svo erum við með hérna heldur betur sérstakt borð, sko. Já. Ekki bara út af fótunum, það er úr þessari hérna. Það er úr svörteikinni. Já. Og borðplatan er úr eik. Þetta er náttúrulega verið sami viður, nákvæmlega sami viður. Og er þess ekkert unni? Þetta er bara eins og þetta kemur úr jörðinni? Nei, þetta er bara eins og þetta kemur úr jörðinni. Og nema ég olíubarna bara hérna til þess að hún myndi ekki, bara þannig að hún þá dökknar hún aðeins, en í raun og veru ekkert lituð, það er engin bæs eða neinn málning, hún verður bara svona svört. Og svo er hérna í þessari plötu maður ætti að halda að sumir segja að þetta sé skemmd, en þetta er byssukúla úr fyrri heimsstyrjöldinni. Og það þekkist á innihaldi kúlunnar að þetta sé úr fyrri heimsstyrjöldinni. Hinar eru úr meira járni, þannig að þær fara yfirleitt meiri tætlur þegar þær eru sagaðar í sundur. Já. Þeir bölvaði svo náttúrulega sögunarmillunar, en
eftir ég kynntist þarna strák í Pólandi sem með sögunarmiðlu, þá hefur hann hirt fyrir mig allar þær spýtur sem með einhverju svona ringibrótum eða byssukúlum eða einhverju. Ef að fólk vil setja sig í samband við þig, hvar finnur það? Annars staðar en Háari við 4. Herðu, það nú Facebook síða, ég ekki tölvukall sko. Nei. Ég ekki á Facebook. Meira svona þakkall. Já, ég eiginlega meira bara, finnst meira gaman að vera bara í háa og skítugur og smíða og eitthvað svona. En konan hefur verið að reyna að hjálpa mér að vera með einhverja Instagram síðu. Já. Sem heitir þá Sipa Furniture. Það verður að reyna að koma einhverjum enskum orðum inn í þetta, þannig að fólk kveiki. Já. Og svo náttúrulega bara alltaf hægt að finna jóasmið í Rifi. Það ekkert voðalega margir jóasmiðir, þó við séum fullt af jóum hérna. Já. Finna upp á þakki, eitthvað? Já, eða bara hringi mig. Mér finnst voða þægilegt að heyri í fólki, sko, frekar heldur en að... Já, allt frekar þannig samskipti. Já, ég kannski svolítið gamaldags, sko. Þannig að það bara símaskráin, það bara já.is. Já, það er rosalega gaman að fólk hringi mig frekar heldur en að senda mig tölvupóst, sko. Já.